hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Komið sæl og velkomin aftur að Rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og hjá mér eru góðir gestir en við erum hér til þess að ræða karlmennsku á krossgötum. Kallaspjallið, svo kallað, svona milli vina allavega. Velkomnir Birkir Fjallar Viðarsson og Karl Þorsteinn Stalborn. Hvað segið þið? Hvað er að vera karl? Hryggspenna. Hryggspenna, það er bara yndislegt sko. Já, fara í hryggspenni, sjómann, kubb. Hvað meira voru með? Bara að labba á hausum. Já. Fara í gannislega sem fer úr böndunum. Já. Sættast síðan. Já. Hafa ekki hist í 1.000.000 ár og segja blessa þér. Það var eins og ekkert að gest sko. Engin tími liði. Það er svo við tveir núna. Já. Þetta hljómar allt bara mjög fallegt. Við erum búin að leysa þetta. Já. Gátan leyst. Við erum semst búin að vera hérna svona undanfarna vikur og þá hef ég fengið til mín svona ólíka karla. Oft er svona ákveðin þemi gegnum gangandi í hverju þætti. Hér er við tónlistamenn, svona metalhausar. Sko við erum semst að velta þessu upp, sko, hvað er karlmennska og þú veist, fá karlmenn tækifæri til þess að ræða karlmennsku á sínum forsendum eða hefur hún bara verið rædd á forsendum feminista svona síðustu ár og eru karlar undanskildir feministskar baráttu og allt þetta. Við erum semst búin að vera að velta þessu öllu saman svolítið fyrir okkur. Og það sem við höfum kannski líka verið að velta svolítið upp er eins og föðurímyndir og hérna svona, hversu mikilvægt það er að hafa karl sem leiðarljós í sínu lífi og nú hafið þið svona svolítið sikkura útgáfuna af svona karl fyrirmynd í lífinu. Hvað segir þið? Já, ég meina, þú veist, ég er náttúrulega bara alveg upp á móður, einstæðri móður og, þú veist, og með pappa sem var í öðru landi, sko. Þannig, fyrir mitt liti þá náttúrulega bara, þú veist, sóttist ég bara í, þú veist, alls konar gæja, sko, sem að, þú veist, ég maður sjá kannski sá smá sem föður á einhvern hátt í einhver hlutverki eða einhvers konar sko, útgáfa af því sko. En hvað áttu þeir sammerkt þessi menn? Segja, þú veist, það er bara mjög mismunandi sko. Það er bara, já, það er kannski líka bara svona ósjálfrátt. Ég veit að mamma, hún alltaf passaði sig að hafa alltaf einhvern sko, eða þú veist, reynda, þú veist, hvetja kannski kærasta vinkvenna sinna til þess að gera eitthvað og það var alveg þú veist, einhver nánd og svona dót sko sem að ég fekk sko, en svo náttúrulega líka alltaf pabbi er náttúrulega alltaf bara pabbi, þannig ég fór alveg til hann sko reglulega, þú veist, það var bara einu svona árið eða eitthvað, þannig að og bara gott dæmi, ég meina, ég var alltaf hjá þér í plötubúðinu heimi á þér í gamla daga. Akkurat. Já, þú bjóst bara rétt hjá mér sko, þannig maður kíkti alveg til þín, það er eiginlega verið, þú veist, söngvarinn í Adapt og svona, þú veist, hljómsveitinni sem maður fór ofta á tónleika og, þú veist, skilur til dæmis sko. Já. Ég held að sé alveg bara svona gömul saga ný sem hann er að segja hana sko. Og minnst það er svona mála mynd sko, svona bíómynd í huga mér, hann sagði að mamma þín hafi verið að tala við sko karlkynsvini sína sem er leist vel á að biðja að tjekka á kalla sínum. Minnst það ótrúlega nett pæling. Ég mynda mér að þannig hafa hann komist í kannski í tengsl við bara svona margskonar fyrirmyndir. Mér þetta er sko í mínu tilfelli svo ég hoppa á bak hérna með þetta pappa dót sko er að í mínu tilfelli á pabbi rosa mikið á sjó alveg ég og bróðir minn öllust upp í litlu þorpi út á landi og pabbi bara verið alltaf meira og meira á sjó. Veist, hann fer frá því að vera á svona hefðbundnum togari, vera á frystitogari, að vera alltaf meira og meiri sko í burtu og ofta svo þegar maður lítið tilbaka sem faðir og hafandi unnið í sko alls konar tekið að mér alls konar vinnu það sem við erum að vinna með krakka sko og oft krakka í vanda, úlingi í vanda og mikið svona strákar sem mikið fer fyrir og skemma mikið út frá sér eða er að kalla svona hjálp á þess að vita hvað er
gera annað en að bara mölva og brjóta og bramla þá þá maður sér þetta alltaf öðrum augum en þegar maður var lítill en við lítum öxt sko, því meira sem pabbi var í burtu þá fannst mér sko ekki beint öfunda ég ímyndaði mér sko að hlutskipti og líf vina minna sem áttu pabbi í landi væri bara allt öðru sinn mitt sko, ekkert endilega betra eða verra en mér stundum alveg frekar súrt sko að pabbi væri ekki heima og alveg burtsi frá því hvort að pappar eru bara alls konar og stundum hella hressir og til ég bara allega með krökkunum og stundum ekki en svona og núna á ég 3 börn og ég get ekki verið mikið meira en svona 12 klukkutíma þá ég bara að byrja að senda mymbönd og heyra hljóði í öllum og kannski, sem kannski full mikið sko kannski maður að svona að já, færast ómikið hendur að vera í involverar í líf barna sinna sko. Þetta bara svona þessi gjá sko, þetta svona 2 eins og þér, pabbi þinn á heim í útlöndum hittir eins á ári það getur tímundum meira að Kalli og lífsförunetur hans einhvern veginn að fara að fylgja sér þá verður þú rosa mikið sko, í lífi barnanna sko. Það alveg svo tilnýg ímyndaði mér en svo stundum þegar maður hefur verið rallandi fullur að tala okkur að kalla sem að hafa söp og sögu að segja við þá á maður kannski barma sér og finnst það að hafa verið kannski ósangjart upp að ykkur marki en svo líka bara pappar okkar eru afurð síns tíma sko. Þeir vissu ekkert núna veð ég bara í ykkurum hlaðvörpum og ritgerðum og hlustandi og feminista og uppeldisfræðinga og allt maður geti alveg bara viðað þessir og reynda að búa til besta pappabyrkin sem ég get reynda uppfylla sko og reyna að vera eins og en ég held að pappar okkar hefði bara það var engin eitthvað hvorki að leiðbeina né sko að sjá eitthvað svona sterkt og hrátt og svona samtal sem bara gerast núna eins og þetta búið að vera allt bara þú ert að tala við okkur og svo bara opnar ykkur síman og þá þetta bara komið og ykkur bara, já, ég tengi þessum Kalli að segja, þessum Birkir að segja úr hinu þáttunum, en okkar menn sko pabbi var bara að sjó bara að grænda og skullis í kaffi og kemur svo í land og bara hlaða batteríinn og svo bara aftur út úr sjó sko þannig að, já, það var svona Þannig að karlmennska kannski bara breytilega eftir kynslóðum og það ekkert eitthvað kannski auðvelt að setja fingurinn á það hvað að vera kall Nei, ég ætla ekki að segja mikið meira en mér finnst bara svona ég held að líka slæmur fylgifiskur allar þess að hafa svona mikið aðganga upplýsingum og bara geta menta sér svo mikið að þú getur bara sagt ég er svona eða þessi er svona en það aldrei það einfalt ég ætla að vera bara einhver respectful parenting pappi og svo ertu kannski ekki alltaf að standast þá kröfur ertu þá ekki lengur respectful parenting pappi eða einhver Waldorf hjallastefnu pappi og svo mistiður í 1 mánuð eitthvað eða hálft ára þegar eitthvað að gerast hjá þér ertu ekki lengur þannig pappi þannig að ég held að við getum sko mist okkur í að reyna að vera fullkomin sko en fyrir, veist já, tattúðunabolta, ég aðeins að kjálfa minni ég svona æstur með þetta bara þú veist þess með pabbi minn, hann alltaf bara hippie sko já var það, þú veist, hann var bara þú veist, þegar hann þú veist, eignast mjög með mömmu sko, þá hann eignast sitt 7. barn sko já með hvað 3. konunni, 4. konunni, 3. konunni eða eitthvað og þú veist, þá hann bara búinn að vera þú veist, hann var geitabóndi þegar hann var 18 ára sko bara fluttið til Norður Svíþjóð og var það bara með 2 krakka og þú veist, 3-4 krakka skilur svo annað og svo eða skilur þannig hann bara já, bara búinn að vera svona svolítið allt sko ég veit ekki, svo bara En það hafa, sko, þeir kallar sem hafa komið hingað til mín, hafa margir hverjir nefnt þetta að það sé svolítið svona pressa að einhvern veginn vera karl en einhvern veginn rosalega erfitt að setja fingurinn á það hvað það þýðir nákvæmlega. Þetta eitthvað svona ábyrgðartilfinning og þetta einmitt eitthvað svona mistakast ekki eins og þú segir, maður kannski hleður utan og segir einhverju vitneskju og maður stimplar sjálfan sig bara ég ætla að fara þessa leið og mega ekki mistakast. Eru þið sammála þessu? Sko, í mínu tilfelli það meira sko með pappahluturkið. Ég seti svaka kröfur á mig þar.
En ég held að sko að vera eitthvað svona kallmaður, ég held að bara pönkið hafi hjálpað mér rosa mikið að komast frá þeim hlekkjum einhvern veginn. Já, ég líka, bara eins og með mömmu, þú veist, þú veist, bara alveg upp að henni og þú veist, ég er miklu meira núna að sækja þessa hluti heldur en að einhvern mann, þú veist, að einhvern afflekkja, afflekkjast þetta. Já, þú segir sækja þessu hluti, hvert það að minna? Bara eitthvað kallalegt, sko, þú veist. Eins og hvað? Bara embracea það, skilja, þú veist, bara, þú veist, rífi lóð og vera eitthvað tuttast eitthvað. Já, gera eitthvað tuttalegt, sko, eða þú veist. Og sækja, þú veist, þá bara einmitt vitneskju og upplýsingar í. Já, bara sér að vera svolítið bara mikill strákur með strákarum, sko, þú veist, og eitthvað neinn, og þú veist, ekkert vera eitthvað pæla of mikið í því, þannig, sko. Á þess að vera eitthvað vondur gaur, sko, eða þú veist, eitthvað ekki þannig, sko. En það þú veist, og einmitt í því kannski sammingið, það oft talað eitraða karlmennsku. Og hérna, það svona svolítið það sem við höfum verið að velta upp hérna sko, fyrst það svona erfitt að setja fingurinn á það, hvað sé nákvæmlega karlmennska, hvernig getum við þá skilgreint eitraða karlmennsku og ætlaðinni einhvern veginn, ætla körlum það einhvern veginn að gangast upp í því og ég veit að margir menn eru mjög ósáttir við þetta heiti eitruð karlmennska, þetta einhvern veginn, þú veist að eitruð hegðun þurfa ekki að koma, þú veist, Karlmennskunum við? Já, ég er ekkert, ég hef aldrei verið eitthvað fói út í allar þessar skilgreiningar, sko. Og líka að sé talað feðraveldi eða eitra karlmennsku og núna síðast kynbundið ofbeldi, þá eru einhverjir menn sem fljótir stökkva til að segja menn eru líklegir til að vera lamdir á djamminu og eitthvað svona, það er alltaf verið eitthvað alltaf þegar það er að benda okkur eitt þá er alltaf verið að reyna að útilokað með ykkur öðru eða eitthvað svona að reyna að mínusað út, skiljið mig. Og ég hef aldrei náð þessu, sko, ég hef aldrei náð sko að hrífast með eitthvað svona bylgju, sko, að vera eitthvað, já, við karlanir eða veist að nú er komið nóg að þessum feministum af því að þau eru bara ennþá að tala um eitra karlmennsku og feðraveldi. Mér er alveg sama, mér finnst bara ef það er ennþá verið að tala um eitra karlmennsku og feðraveldi þá er eitthvað bara sem er ekki búið að græja alveg, veistu? Þannig að mér finnst alveg allt í lagi svo tekur ykkur bara gefum okkur að sé ykkur konur í sem leiða einhvers konar stef sem er í gangi í samtalinu þessar myndir og ein sem var kannski 1-10 ára í þetta og er núna nær 50, hún er bara kannski búin að stíga til hliðar og það kemur ykkur önnur inn sem er með eldmóðin og orkuna og bara tíman í þetta og þá finnst mér eins og sumir kynbræður að minna og sem er á mínum aldri, ég er nær 50 en 40 sko, þá hugsaði þeir sér svona kemur önnur eitthvað fokkin bylgja sko en að eitthvað vinkonur sem er alltaf rífandi kjaft og láta okkur ekki í friði. Ég hef aldrei fundið þetta svona að það sé eitthvað svona mein. Ég fíla þetta bara. Ég bara vil þetta sé, ef þetta er í gangi þá er greinlega þörf á því. Ég held að enginn þessar kvenna eða kvár eða trans fólks eða kynsegin sé eitthvað, já, herru, það er langt síðan var eitthvað svona brjáluð bylgja og við vorum að djöflast í sisköllunum. Byrjum núna. Þetta er eitthvað ógeðslega fokkin erfitt, sko. Eins og þetta sé eitthvað stríð, eða þú veist, eins og þetta sé eitthvað svona slagur. Já, eins og ég og Kalli sem alveg, já, og bráðlega verður við fórnarlömb líka. Þetta er svo ógeðslega ósangett og leiðilegt. En bara ef maður er bara ekki að hlusta og reyna að vera með, allavega ekki fyrir og ekki skemma, þá held ég þetta sé allavega, ég hef aldrei fengið þetta svona, þetta sé of mikið að ykkur. Maður kannski er líka bara reynslan, maður sér fólk rísa upp, vera með læti, kemur ykkur kvellur, taka sér pláss, fara, kemur ykkur önnur eða annar einn og það er bara alltaf leið, mér finnst það bara að vera eitthvað svona heilbritt, að það sé eitthvað þannig, ég veit það ekki. Fylgist þeir voru nú hérna hjá mér Frosti og Steini sem væri með karlmennskuna, Frosti Lóðsson er hérna Harmageddon og broadcastið. Þeir hafa nú tekist á svona áður og ég held að það hafi svona, það er kannski þetta viðtal undir þessum hatti sem hefur fengið hver mesta dreifingu og mesta athygli að því að það vakti athygli margra hérna, já svona hversu erfilega þeim gekk að tala saman en það er svona, já, margir eru því máli að Steini hafi kannski þar verið svolítið
svolítið, svona bori hitan og þungan í því og því sem að var í því samtali, hann hafi einhvern veginn ekki verið opinn fyrir þessu samtali. Eru þið sammála þegar? Horfið þið á þá? Eru þið sammálaðum báðum? Ég meina þeir eru auðvitað alveg svona sikkur póllin. Já, ég veit ekki. Ég aðalega bara búin að heyra vinur minna tala þetta. Ég eftir að gefa tíma að horfa á þetta allt, en ég skil það út frá umræðina að hann hafi farið svona svolítið fram úr sjálfum sér og verið svona kannski fljótur á sér eða eitthvað. En ekkert ósmekklega eða neitt svona, en ég veit það ekki. Ég bara, það er að taka margt úr báðum áttum á þess að vera bara, þú þarft ekki að taka öllu sjúkla svarthvítu, eða skilur það er, ég held að það sé mikilvægt að vera ekki alltaf, þú þarft ekki alltaf tilenga þér allt strax, skilur þú fílar það eða fílar ekki, sko. Það þarf ekki alltaf að vera bara eitthvað down, skilur það má smá liquid, sko. Já, ég samla því og líka bara að eins og við tala áðan, ef þú segir ég svona og svo ert ekki alveg svona, þá er það svo ógeðslega erfitt að eitthvað svona backpedaling, skilu, ég veit ekki alveg hvernig gott að segja fallir í íslensku, en svona mér þetta er miklu vætna þegar svona menn sem eru svona áberandi eins og þeir tveir, og þetta getur einhver máli hvort sé Frosti eða Steini, ef eitthvað bara svona tveir turnar, þá þetta er svo rosa langt á milli og fólk vill bara grjótkast, hvort sem að Steini stóð sig vel eða ekki í þessum aðstæðum, það er bara dagsformið líka og menn verða æstir eða stressaðir. Hann átti veikt barn, ég veit það alveg, hann var illa sofinn og bara alls konar. Hann sagði mér frá því, og kannski þeir eiga sér líka ákveðna sögu. Ok, ef ég tala aðeins meira þá, mér finnst þessi pólun alltaf aldrei gagnleg og mér finnst menn eins og þeir, eða fólk eins og þeir sem er með svona svaka plattforma og fólk er alltaf að bíða eftir að þeir komi með eitthvað svakalegt. Það er alltaf einhverja smellibeitur hjá þeim báðum, hvort sem að þeir sé reyna ekki að skipta lengur máli. Ég held að alltaf einhver svona netblaðamaður sem býr til þetta samfélagsmiðla gums eða ógeð sem er að fokka öllu upp samtalinu, að þau muni alltaf bara finna einhverja beitu, sko, og einhverja smelli drasl hjá þessum tveimur, hvað sem þið segja, sko. En það fór rosalega lítið fyrir efninu okkar klukkutíma spjalli í fjölmiðlum, sko. Það var auðvitað margt sem kom fram í þessu spjalli sem var mjög áhugaverst. Mér finnst að vera öllum hollt að svona endurskoða stöðu sína eða sko, hvað sem að láta hana aðlagast. Þú getur svona tweakað hana, stilt hana aðeins. Ef þú ert feministi og ég segi bara ég er feministi, það er bara þannig og það hefur lengi verið þannig, að þá er ég samt að hún er alltaf að fara ekki um endurskoðun, bara svo allt sem ég geri bara dagstaglega, bara hver ég er, ef maður ekki endurskoða sjálf þessu, hvað maður gerir og hvernig samskiptum maður er við nærsamfélagið eða fjærumhverfið eða eitthvað, þá er þetta staðan það sem einstaklingur, sko. Þannig að það er örugglega mjög freistandi, ef þú ert í svona turnum eins og þeir að bara halda sig þar út að það er hitinn og það er aksjónið og athygli, sko. Þannig að ég veit ekki, bara er það easy way out, myndir þú segja það? Að vera svona fastur á Nei, ég held að það sé brókslega erfitt, ég held að það sé mjög krefindi hjá þeim báðum, ég held að það sé ekkert easy way out hjá þeim með það, það sé bara erfið að stíga út úr rammanum eða þú ert bara búin að búa til eitthvað, þú ert bara með eitthvað sem bara eins og ég vil ekki kalla þetta vöru eða varning, en þú ert bara með eitthvað, hérna er skór sem ég bý til og svona merki á þeim og þeir muni eiginlega alltaf líta einhvern veginn svona út og mér finnst þetta að vera svolítið svona þannig, sko. Já, þetta er svona branding bara. Já, þetta er eins og ég veit ekki hvað þið sé að viljandi að gera eitthvað branding, þetta er svona eins og bara kaldastríðband, ekki Rússland, eitthvað það er mjög skörp og skýr skil og hér er bara eitthvað Atlantshafa milli sem verður ekkert brúað í bráð. En hvað getum við gert til þess að þetta verði ekki svona polarisera? Og við, höfum farið svolítið yfir það hérna að það er drengjum líður illa í samfélaginu, ungir menn og karlar, þeir
falla fyrir eigin hendi allt of oft og í auknum mæli, þeir leiðast í harðari neyslu, þeir fara í ljótari glæpi, þeir beita hvern annan ofbeldi, þeir beita konur ofbeldi og það augljóslega eitthvað í samfélaginu okkar, þar sem að við erum samt þetta, við erum þetta feminista samfélag, við erum þetta jafnrétti og eitthvað staðar á leiðinni, þá hefur eitthvað, þú veist, og ég veit svo sem ekkert hvort, og ég ekki að segja það sé feminisma að kenna að körlum líði illa, en það eru til þeir karlar sem halda því fram að karlar hafi hreinlega verið bara skildir eftir og þeir fara síður í nám og síður í framhaldsnám og allt þetta og þú veist, og það einmitt þessi polarisering, en þú veist, það hlýtur að vera hægt að eiga samtalið einmitt bara til þess að láta körlum og drengjum líða betur. Nú Kalli tölvöld yngri og ég held að hann sé kannski með putan á púlsinum þegar kemur að svona mönnum sem ekki ráðsettir og ég orðin, þannig að ég skal gefa þér. Já, ég held að umræðinni það skiptir mjög miklu máli að fólk sé ekki að mætast bara, þú veist, í miðinni bara því að, þú veist, það ekki eina leiðin til þess að mætast, þú þarfst að mætast í miðinni en þá þarfst að geta, þú veist, hlusta á hinn aðilann og kannski sé svolítið hlutina frá þeirra augum staðið fyrir að vera bara strax bara upp á kallar maður HSI. En hvernig getum við, þú veist, kalla fram þetta samtala því að það nú eru foreldrar ungra stúlku sem var bara myrt, drepin á menningarnótt í fyrra. Þau kölluðu eftir eitthvað svona ábyrgð samfélagsins og það alltaf verið að tala þetta, við þurfum að taka utan krakkan okkar og utan drengin okkar og það aldrei, einhvern veginn verður samtalið aldrei, það fer aldrei lengra heldur en það. Við tölum bara að við þurfum að taka utan Það alltaf þessi djús átök, við ætlum að gera átak og svo það bara einhver pingja sem fylgir því, þetta eru 15 milljónir, farið með eitthvað plakat í grunnskólana og svo bara, við erum búin með þetta. Ég held ég var reynda það sem að boltinn ég fleiði yfir til Kalla á hann, ég var alveg til að tjá mig hann þó ég sé ekkert með ákveðna skoðanir og ég engin hugsaður í þessum málum, bara þetta það bara orðið svo margir bara manneskja á plánutinu jörð já, og það bara orðið svo margir alls konar karlmenn á mínum vegi, þú veist, í gegnum vinnur og náttúrulega menninguna sem við erum í sem tónlist og listir og svona og svo náttúrulega bara vera út á landi verkamannastjettin og allt þetta, veist, þannig að maður hefur komið við en ég held að þetta sé alltaf á meðan okkar háu herrar og landsfeður og veist, fólki sem rekur samstöpunar og fólki sem í Alþingi og á meðan þetta eru þessi apakettir sem eru núna algjör fíbl upp til hópa langt flest virðist vera, geta ekki haga sér þá ekkert það svona trickle down og veist, ef þetta þetta fyrirmyndir okkar einhver leiti veist, eina fyrirmyndunum mín með Siggy Punk skilur, það gerist bara óvart bara hvernig við töluðum saman og hittist eitthvað á lauginum og einhverju eftirmálari, einhverju fyllir og allt innum við bara mestu mátar en það ég get líka litið upp bara til einhvers alþingismanns að því mér líst vel á viðkomandi eða alþingiskonu bara Jóhanna Sigurðardóttir, veist, ég var pegi það var bara eitthvað við hana, þá var bara svona þegar maður var að horfa bara þingsjá og Kastljós maður þetta gamalt þá var maður alveg, það eitthvað þarna en svo náttúrulega maður verið eldri og ég að helviti bitur þegar ég segi þetta en það ekki hægt að ætlast til þess að breytist og mikið fólki sem kalla eftir einhverju samtali og breytingu á samfélaginu það gerist ekkert á meðan þeir sem halda í strengina og eru með kveikja slökkva að rófan á öllu samfélaginu eru með eitthvað svona tvöfalt siðferði og oft bara einhverjir ruddar og svona einhverju hvítflippa glæpunar veist, mér finnst það vera ógeðslega augljós ég ekki að segja að það sé ein lausn en þetta fólk eru asnar rosa mörg og þetta bara skamma sín skilju og það ætti bara að vera hægt að reka þau eins og einhverja fáráða sem vinni kannski á Landspítalanum og að fá endurráðninga fasta launa, hvað heitir þetta eftir 3 mánuði þá er þetta skoða, þú ert búin að haga þessu fáiði við ætlum ekki að framleikja þú vinnur ekki enn lengur því miður
Sorry, ég bara komin í hryðverkana texta sko, en já. Tengi, Afsaki. Nei, já, en þetta Ég bara leiður þessu, já, ég bara sorgmæddur. þú vilt meina þá að fyrirmyndirnar sem að við höfum þá í fólkinu sem stýrir þjóðarskútunni séu hreinlega bara ekki nógu góðar og það séu ekki nógu sterkar og þau einhvern veginn, já, þau séu svolítið svona að predika einhverju sem að þau fara svo ekki eftir sjálf. Já. Já, og líka bara, þú veist, þetta ekki. Eða Sem bara, þú veist, er ekki bara klassik eins og með borgarskipulag frá því að borgarskipulag byrjaði, það bara breytist með hverjum 5-10 árum. Já, svo er það náttúrulega. Það er bara, eitthvað fólk í vinnu í ykkur, svo kemur eitthvað annað flokkur, eitthvað annað meirihluti og þá ætlaði að sýna hvað þau eru ógeðslega hörð með að gera alls ekki neitt sem hinum voru að gera. Alltaf verið að byrja upp á nýtt. Það gerist ekkert. En mér finnst þetta með tvöfaldar siðferðið, ég held að við sem öll með eitthvað svona capacity til að virka slíkt, en við sem erum á gólfinu, okkur þetta er bara ekki í hug og á svona stóran skala. Þess vegna finnst mér alltaf svo sorglegt þegar fólk sem hefur raunverulega völd og er bara með gríðarleg forréttindi og getur breytt svo ógeðslega miklu, velur að vera að virka þetta bara að haga sig svona. Mér finnst það svo agalegt sko. Þegar þú segir haga sig svona, þú veist hvað ertu að tala um eitthvað sérstakt? Ég tala bara eitthvað svona spillingu já, bara spillingu svo það, veist, ég er bara ekki nógu minnugur eða fróður til að segja muni ekki eftir þessu máli, Kalli. Þetta var alltaf í gangi einu sinni og þessir gerðu þetta og það er lögbrot og Hæstiréttur og lalla komst að því og svo eitthvað bla 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 í Brussel og ekki það skipti máli en á Íslandi. Ef við myndum bara taka í burtu stjórnvöld, við segjum það, við bara hættum að hlusta á þau og einblína á að þau breyti einhverju til batnaðar og við bara sættum okkur við að þau eru bara beyglað fólk. Já. Og hvað getum við þá gert í samfélaginu bara til þess einhvern veginn að láta strákum, körlum líða betur, láta það hætta að beita hvern annan ofbeldi og konur og Mér finnst, já, Kalli, kannski... Já, það er góð spurning. Þetta er svo, ég held að það tengist bara menningu, sko. Já. Erum við komin bara ofan í eitthvað svona ofbeldismenningar pitt? Já, ég held það, sko. Ég get bara tíska. Það tengist bara tísku, þú veist, þú getur ekki verið með, ekkert auðvitað verið með byssu á Íslandi, þannig hvað er næst, þá ferði í hnífinn eða eitthvað slags. Bara já, og þú veist, það snýst allt held ég einhvers konar menningar kima og ákveðna sko ákveðna blæi sem koma jafnvel utan að sko veist. Ég held þessi líka bara rosa dofin og ekki kannski sérstaklega kallmenn, ég get bara náttúrulega tala frá einhverju þeirra sjónarhorni og kannski einhver svona vestrænan vinkil, þetta ég get ekki tjáð mig ofbeldismenningu í einhverjum hluta á Asíu eða einhverju arabíu menningar heimum, ég hef ekkert vitað því, ég ætla ekki að fara að þykjast eins og margir við erum bara að segja eitthvað það, en ég held að við kallanir séum ég held að tógist á í okkur bara bæði þetta að þurfa að meika að slá í gegn á einhvern hátt, vera með einhvers konar frama og standast alls konar kröfur þar, var þetta innkomu og geta skryttið með einhverju svona, kláraði þetta og kláraði hitt. Ég held að það sé rosa erfitt af því að við erum alltaf í símónum, við sjáum þetta nágranna, ég er ekki að segja að maður sjáu nágrann sinn og segi ég vil vera svona, en ef þú ímyndaðir að milljarður kallmanna á netinu eru nágrannaðinir bara í gegnum þessi tæki, þá er mjög auðvelt að missa sjónar í því sem kannski skiptir máli, bara að þykja vænt sjálfa þig og slaka þess á andan í magann. En mér finnst það er mjög erfitt þegar er verið að áreitið er svona rosalegt og ég held að við verðum líka dofin þegar við erum að sjá, svo krakkar að sjá svona mikið á ofbeldismyndböndum. Ég man þegar ég horfði á Death Wish myndina með Charles Bronson fyrst skipti, fekk hann í Ólís á Reyðarfirði. Það var sonur fólksins sem átti í sjoppinu, hann var 3 árum eldri ég og hann leiði mér hana og ég er búin að heyra hún væri svo rosaleg, en þá var svo ógeðslega langt á milli ofbeldis áreitis sem ég komst í, skilju. Það var alltaf bara Derrick og eitthvað svona í ríkisjónvarpinu og svo Charles Bronson að setja einhvern gæja á kjötkrók og ég var bara wow. En ég held að þetta hafi ekki getað, hvað segir maður, brengla móralska áttavitan minn af því að það var svo langt á milli
Já. áreitin, skiljið mig. Já. Og þetta svo ógeðslega, samt að það svo leiðilegt að, mér finnst leiðilegt að nálgast þetta vandamál frá þessu sjónan að þetta svo mikið, þetta búið. Við getum ekki verið að segja krökkum að leigja vídeóspólur og hætta á netinu. Þannig að þetta svo... Þetta gerist til að bara bæði hjá mér, sko. Já. Ég er hérna bara að leigja spólur og eitthvað, bara frá því að vera að sjá bara Starship Troopers yfir í bara fucking Texas Chainsaw Massacre eða eitthvað og allt þetta dót og svo, á sama tíma er ég líka að fara á rotten.com, sko. Rotten.com. Sem bara fullt einhverju viðbjóð, sko. Dásamlega síða. Og það bara kringum 2000 eða eitthvað. Þannig ég er svo kynslu sem með bæði. Já. Svona rólegheitin og svo líka allir símannir og allar tölunar að koma inn, sko. Þannig maður fær svona... En svo þetta svo mikið, sko, því nú ég og úling og sko, ég að horfa á hana að taka inn upplýsingar. Sko, og hún að taka inn, sko, svo mikið magna af upplýsingum bara á 10 mínútum, hún bara svona zip, og það heyrist bara svona, hún svona flettir í gegnum hálfvídeó og þetta svo rosalegt áreiti og ég meina ef að algoritminn þinn stiltur, einhvern veginn eftir einhverjum svona toxic leiðum, haldið að þetta sé kannski mögulega bara vandina, það sé bara þessi ofneysla á bara ofbeldisefni eða bara svona eitthvað skrýtnu bara rosa mikið yfirborðskennt. Það fer líka bara eftir hversu móttækilegur þú ert, sko. Ég er alveg þannig líka, ég er alveg bara, búin að sjá þetta vídeó áður, og þetta, og ég þetta ekki fyndið en ég sé þetta og þess vegna, maður er alveg og stundum stállar maður alveg við og bara eitthvað grænjúlhátri eða seifar þetta í einhvern dálk, sko, eða eitthvað. En á sama tíma þá er ég kannski ekki, 18 ára, eða skilur það svona smá... Heldur þetta hefði haft mikið áhrif á þig 18 ára að horfa á svona mikið efni? Þetta er alveg töluvert miklu meira efni en ég held að ég var að gera það sama, bara meira slow. Maður var inn á B2 og huga á svona dótskilu og töflunni.org, það var allt fullt af linkum og það gerðist bara mun hægara. Við vorum á 30, núna er það á 200, skilur. Bara sama í rauninni, en ekki að miklar upplýsingar, sko. Og kannski ekki að mikið tilgangsleysi, eða maður sé... Nei, ég held að þetta algoritmið þannig, það var ekki byrjað að stjórna okkur jafn mikið, ímynda mér. Ég held að við hefum getað svona valið það sem okkur líka og þar áðum að sjá eða komast í tengsli við, en ef þú veist með síma og einhver gervigreind búin að ákveða svona Kalli og Birkir í símunum sínum og þá fá þeir bara allt það plús allt svona sem tengist því bara á ótrúlega hæpinn hátt en samt einhvern veginn mjaka þennan inn hjá okkur, sko. Og ég tók eftir því þegar við fórum að finnast þjóðamorð bara í góðlagi að þess að vera að útrýma fólki þá breyttist allt sem kom inn á Facebook hjá mér og ég og kona mín tók eftir þessu líka því ég er búin svo lengi á Facebook, ég er bara skráður hvað ég er gamall og ég er male, ég er bara karlmaður og kona mín, hvað hún er gömul og hún er female og það breytti svo mikið hjá mér, allt inni var að byrja að koma svona rosa mikið svona kúkagrín inn sem var einu sinni Nei, býði, það var, ef við hefum gert eitthvað svona, ég og Kalli erum í Kringlunni og Birkir er að fá niðurgang og hann nettar við hliðina okkur plöntu og hann náðist á svona CCTV eitthvað og við myndum alltaf að setja upp á Facebook, það myndi koma svona, það kemur svona community guidelines, þetta er ekki við hæfi, en að þessuna myndbandi tekið niður. En núna byrja að koma miklu svona svæstnari svona húmorsmyndbönd inn sem er miklu verri en það sem við erum að nefna, sko. Og það á að vera, og ég myndi mér að það sé canceli út öllu sem er eitthvað svona fer grundigt í bara þjóðamorð og stríðsglæpi og mannréttindadómstóla og einhverja skiljið mig, þannig að allt í einu var komið ógeðslega mikið flip og svona alveg svona grófara flip sem fólk frekar neytir en ég held að sé bara einhver til þess að íta út ég held að sé bara AI að búið þetta til það er miklu leyti og líka hvenær var þetta? Þetta var bara í síðustu viku og þar síðustu viku var ekki Meta líka að var aflétta einhverju svona aflétta ég tók bara rosa mikið eftir þessu eitthvað þegar við vorum að kynna tónleikan okkar þá þurfti ég að vera svo mikið á Facebook og þá alveg var ég bara af hverju
komið svona mikið í svona myndbönd sem verið að stinga upp á eða núna getur við skrollað og ég ætla að fara yfir á Kalla en á milli þín og Kalla er eitthvað flip en það var ekki þannig þá komið eitthvað ógeðslega svona eggjandi myndband sem er bara eitthvað drasl einhverju kúkísi, einhverju kona grípa hérna kúkur fíl í einhverjum dýragarði í bólinn sinn þetta hefði verið bara einu sinni, það má ekki setja svona á Facebook að við erum að passa alla og við erum með svo mikla standarda en núna standardin á öllu svona færi niður af því að samfélagi er að efast ágæti þjóðamorð meðal annars eða eitthvað sem er að gerast á Trump og við þurfum einhvern veginn svona íta sannleikunum og út úr algoritmanum með eitthvað svona góðu sprelli að vera að maska þetta þú eitt sem ég hjá eftir Kalli þú nefndir að finna fyrir tilgangsleysi það er svona eitthvað sammert með öllum köllunum sem að hafa komið hingað eða svona flestum þeir nefna allir þetta sama það sé svo rosalega mikilvægt að og svo mikilvægt á karlmennskunni og karlmennsku hlutverkinu að finna fyrir tilgangi og að ungir drengir séu þá mögulega einmitt finni bara fyrir miklu tilgangsleysi hefur, eða þú veist, haldið að þetta sé einmitt, þú veist erum við bara eitthvað neginn ég veit ekki, hvernig getum við gefið þeim tilgang? Það er spurning hvort þú bara finnir hann ekki bara sjálfur það sé mikilvægast að svo getur gert sko. En skortir þá bara góða fyrirmyndir? Já, mögulega ekki en þú veist, ég held að það sé líka bara fínt að finna fyrir smá tilgangsleysi stundum sko. og það þarf alltaf að læra að leiðast upp á nýtt það er alveg dottið út að kunna leiðast og líka bara ekki endilega vera bara að finna sér eitthvað eða skilur við, þetta bara tekur sér smá tíma sko. Og það er náttúrulega úkslega mikil pressa á til dæmis held ég á ungum mönnum til þess að vera að geta búin að finna út úr strax solid og flottir og allt þetta dót ríkir eiga helst svona eina pluss íbúð meðan í útleigu það er alltaf mjög sýnileg típa sko. Það er svona sýnilega típan svo náttúrulega þú veist maður þarf að taka inn í myndina að það er bara alls konar fólk að núti sko, sem er ekkert að taka þátt í því sko. Og það er bara sjúklega flott anyway sko, Þið komið úr þessum harðkjarna heimi þar sem að með svona, þú veist, það er svona miklir kallar og rosalegir en sem tekur neginn alltaf miksta menninir Já, það er náttúrulega alltaf verið bara mikil svona, kannski hugsun í gangi sko. Það er svona snýst aldrei það kemur bara frá harkupönkinu að vera kannski búin að spá kannski aðeins meir í hlutunum heldur en að vera bara eitthvað Já, ég held að segja líka bara að fyrst við og fleiri sem voru með okkur undan og eftir og segja svolítið að vanda sig að fólki líði eins og sé velkomið sko. Þannig að það hjálpi alveg en það sem þið voru að tala áðan þetta með vanlíðan og sjálfsvíg nú á ég sko nú 5 vinna minna búin að falla fyrir einn hendi og sameiginlegur okkar hafa gert það líka og það er rosa margir já, þetta er ótrúlegt en ég held að sé bæði þetta áreiti og þetta sem Kalli er að tala um að finna ekki tilgang og þú varst að tala um að finna ekki tilgang en ég held að þetta sé ekki alltaf það einfalt að ég held að þessi mörgu tilfellin sé af því að var skortur eitthvað svona föðurímynd eins og ofta talað og það er eitthvað brotið heimili eða áföll í æsku en það er ekkert alltaf þannig það voru ekkert ég er að hugsa eitt við mig núna sem bara hafði það býsna gott en samt skilur, gat ekki meir þannig að þetta er ekki alltaf þetta er svo mörg skilur, það er svo margir víkstæðir sem við getum lagað en ég hugsa samt að það sé alltaf gott að eiga góðar fyrirmyndir og svo þegar ég sá einhverja mjög ábyrgjandi menn í samtalinu á netinu var að tala um að skortur og föðurímynd sé málið eitt af aðal vandamálunum þá hugsaði ég gott og vel en það, skilur, mér finnst líka allt í lagi að segja svona það, skilur, og þá segir viðkomandi já, það er þannig af því að en þá fór ég að skoða einhverja rannsókn sem einhver afbrotafræðingur í HÍ var að vitna í að það væri eiginlega bara skortur á foreldri það er ekki bara föðurímynd, það er engin bein það sé bara að foreldra geti notað stuðning einhvers annars aðalein á heimilinu til þess að leta undir Já, skiptir engum máli hvort kynið það er sko. En það væri mjög gott fyrir okkur að geta sagt að það veri aðal vandamálið það myndi einfalda þetta sem við erum að tala um en það er ekkert einfalt í lífinu en
en já, eins og færi kallmenn í háskólanum, strákar kunna síður lesa, setja gags og allt þetta alveg eitthvað, sko. En ég myndi aldrei vera það latur að segja þessi feminisma að kenna að það sé svo mikið kvenfólki að leiða ykkur að þingflokka eitthvað svona kjafta, eða hvað finnst þér? Ég finnst það alveg ótrúlega svona lazy afgreiðsla á flóknum vanda, sko. Nei, þetta það ekkert. Ég meina, þú veist, í heildina séð þá á Íslandi þá einhvern veginn feminismi fyrst núna einhvern veginn orðinu eitthvað dæmi sem allir að spá í, sko, fyrst mér einhvern veginn. Það svona heildina, sko. Ég man þegar ég var lítill þá var mamma alltaf bara, þú ert feministi, þú veist, þannig ég vissi. Mamma þín? Já, ég vissi alltaf hvað þetta var, skilur, og svona dót, en á sama tíma var ég líka bara, þú veist, kannski í Hagkaup að reyna að velja með einhverjar nærbuxur og hún vildi ekki kaupa nærbuxur með svona böltsi, skilur, þetta var ókallalegt, ég var bara út, what the fuck, hvað er ekki, þú veist, það var þannig dót, skilur, en það er svona stangast á í einhverju svona flétti á mér, sko. Þetta er mjög áhugavert. Enginn í fullkomun, sko. Já, og bara, þú veist, og bara, þú veist, kannski vera að skoða einhverjar reyna bækur í, til þess að finna vel með klippingu í hárgreiðslu og kannski strákur með geggja flott mölletti eða eitthvað svona, hún bara, nei, séns, svo komið í toppinn, skilur, klassíska. Það var svona alls konar dót sem að, þú veist, ég þú veist, þetta blandast bara einhvern veginn við hvort annað, sko, hjá mér allavega. Þetta var ekki það að hún var einhvern veginn svona að reyna að kæfa niður í þér einhverja karlmennsku? Nei, alls ekki. Heldur, þetta meira bara að, þú veist, að hún kannski þið vantaði að hún hafði kannski bara ekki alveg skilningin á því. Nei, bara algjörlega, sko. Einmitt. En á sama tíma þá var ég bara í Star Wars og Warhammer og dóti og bara sjúklega strákarlegt dót, sko. En þú veist, ég var aldrei hvattur til þess að fara í íþróttir eða lyftingar eða neitt svoleiðis. Ég meikaði heldur ekki því á lítill að vera að vinna í hóp, sko. En þú veist, skilur, en þú veist, svo bara fattar maður setna meira að, þú veist, já, það er bara alls konar hægt ef maður vill bara gera það, sko. Þú veist. Ég held að, ég held að þetta stress og þessi óþolinmæði sem kemur með áreitinu og geta séð hvað þú gæti verið orðið en þú ert það ekki. Ég held að það sé mörgum ungum mönnum mjög erfitt og bara að því við erum að tala um þetta erfitt til konu líka, unga stelpur, bara að því við erum að tala um kallmennsku, bara að það sé á hreinu að ég veit að þetta er ekki bara á einn bóginn, sko, en ég held að það sé, ég var með þetta að hugsa um daginn, af hverju er svona mikið af körlum sem líður svona illa og eins og þú spyr bara, þetta er svo stór spurning, þetta er líka svo heimspekilegum toga, það er svo margt sem getur látið okkur líða illa, en hvað er við sem samfélag að gera í því til þess að það sé minna? Einmitt. Við erum alltaf að tala um þetta og þetta lætur okkur líða illa en við ætlum samt ekki að gera neitt í því. Það sé líka vandamálið. Við viljum aldrei breyta neinu og við erum með eitthvað svona vestrænt, bara svona innbyggt svona hlutinni, það er neysla, það er status og það er engin vilji til að breyta og þorið enginn, skilur. Þannig að ef að kæmi ykkur stjórnmálamanneskja sem ætlaði, þess að kýs maður oft pírata þegar maður hugsa ef að Andrés kemst inn og Halldóra, veist, þau tvö eru með eitthvað sem kallast á við það sem ég er að hugsa þó ég hef enga, en samt er þetta allt inni mér, ég hef ekki trú af neinu. Þannig að þegar þau myndu komast í meirihluta, hvað myndu þau gera? Þetta er svona var með VG, manstu, í gamla daga VG var svona að koma upp í kringum Kárahnjúka þegar við vorum svona yngri, þá voru alveg svona einhver sleggjur þar inni sem að var bara okkur, nú kemur þetta, sko. Alþýðubandalagi, Alþýðuflokkurinn, það er búið, hér er þessi að koma inn og það verður rosalegt. Og svo beið maður bara og kaus og loksins komið inn og þá náttúrulega, þetta endar alltaf eins. En er þetta þá ekki bara ónýtt kerfi? Jú. En þú veist, við þurfum þá bara einhvern veginn að hætta að treysta á það sem fólk. Þú veist, ég er náttúrulega bara mjög mikið þar. Þú voru þreytt á þessu, ég heyri það, sko. Íktur anarkisti bara svona einhvern veginn, upplægi. Sko, það sem að það sem að ég meina hvað til dæmis ef að því að nú eru þið hér og segjum sér svo að það myndi bara einhver ungur strákur pikka upp þetta samtal eitthvað starf og hann myndi bara heyrðu, ég fíla hérna þessa tvo hérna og hann myndi bara senda ykkur skilaboð og myndi segja bara hjálp mér líður svo illa. Þú veist, hvað myndum við að gera við svoleiðis upplýsingar?
Þú veist, einhvern veginn, erum við bara sem samfélag, erum við búin að búa til einhvern veginn svona, við erum svo lokuð af einhvern veginn, hvert og eitt okkar, að við erum kannski svona hætt að hjálpa hvort öðru. Já, ég held að sé bara spurningum að bara taka samtali áfram, sko, eins og þú veist, ef það er náttúrulega bara, hann nú þegar búin að taka fyrsta skrefið með að hafa samband, þú veist, þá er maður ekki bara eitthvað, þá er náttúrulega bara heldur maður því áfram, skilur, og þú veist, ég held að það sé að besta sem getur gert, sko. Já, ég myndi alltaf vilja tala við viðkomendum hvað sem líka þau sem eru ósammálamanni og kannski fá ekki að sjá alla hliðarnar á mér að kalla í þessu samtali, það eru margar hliðar á þessum málum og sem við kannski náum ekki að fara yfir hérna. Við náttúrulega tölum svolítið mikið á hundavaði og ég finn að ég er mjög æstur, sko. Ég held að þessi kaffibólli hafi ekki verið að gera mig gott, sko. Ég fikk mér tvo, já. Og þannig ég er svona yfirgýrast og getur verið svona tilfinningasamur, sko. Og verið eitthvað svona hyperbole, allt sem maður segir. En ég held að við sko, ég byrja að sjá bara samfélagið er eitt og kerfin eru annað. Og þú veist, pólitík er svo rosalega samofin stórum svona markasöflum og svona andlitslausum samsteypum að núna er maður bara, ég verð að verja mitt fólk frá þessu ógeði, sko. Og þannig náttúrulega hugsa maður þegar maður er pabbi ennþá meira. Og ég líka hann með vini mína og líka sérstaklega ókunnugt fólk. Ef það er eitthvað svona ungi menn eða bara menn á sama aldri og ég hugsa alltaf svona hvað er þetta ósýnilega að gera við þessar manneskjur. Hvernig get ég hjálpa þeim að verjast því eða eitthvað svona bæja þessu meira frá sér. Ég held að það sé svona stærsta áskorun, það er bara ungir menn er ekkert látnir í friði. En núna er líka samt, sko, núna, þú veist, ég held að sé líka mjög mikið ungum menn sem hugsa bara, þú veist, ég er bara langmarkaðsæðasti gaurinn, sko. Ég er bara eitt stórt vörumerki og það er bara fucking geðveikt. Það er svolítið sem að, einmitt, það er nýtt. Það er spretta upp alls konar einhver fatamerki, þú veist, hettupeysumerki. Áhrifavaldinir. Nei, líka bara, ég bara segja bara allt, bara, þú veist, það er bara allt tipp-topp, sko. Og það bara er bara geðveikt að vera bara, það hefur kannski alltaf verið en þú veist, ég veit ekki hvort það sé meira þannig í tísku núna, sko. Og þú veist, það samfélagið er að segja bara, er bara búið að ná því að segja að það sé bara allt í gúti, sko. En þú veist, kannski er það bara allt í gúti meðan það er bara mjög góðar manneskjur á sama tíma, sko. En hvað gerir maður svo þegar vörumerkimanns er ekki lengur í tísku? Það er efnishyggju og svona materialisma. Já, og bara svona hvað það er, sko, að hafa, þú veist, hvernig áhrif það er að hafa á, sko. Í gegnum, sko, það sem þú varst að tala sko, þú veist. Ég meina, bara að dæmi, ég get ekki dæmi eins og þú með elsta barnið mitt, hann er að vera 10 ára. Hann sko er bara að spá í hvort að síminn frá Apple eða Samsung verið betri. Ég veit ekki hvað hann fekk þetta, hver talaði við hann um þetta. Hann á ekki síma, ég á ekki Samsung, kona minn á ekki iPhone og hann uppáhaldsmerkið hans er Nike, uppáhaldsbíllinn hans er Tesla. Veist, ég veit ekkert. Er einhverju Nike skor heima, er eitthvað svona Nike plakat eða er þegar við sáum Tesla koma fyrst og ég og konum mig og bara Emil, þegar við erum aðeins eldri og búin að borga meira í þessari íbúðina þá er það Tesla ásti mín. Ég veit ekki hvað þetta bara sýnir, bara, já. Já, þetta er einhvern veginn svona, þegar kapitalismin hann einhvern veginn svona hóf innreiði sína og þú veist, tók yfir lífshaminguna og svona markaðsvætana. Já, og ég held að það hafi náttúrulega alltaf verið, en núna er þetta svo miklu auðveldara, ég fór ekki að spá í Nike fyrir en ég sá Chicago Bulls vinna Lakers. Ég elskaði Lakers, Jordan tók við af Magic Johnson og hann var alltaf í Nike og Charles Barkley, þá var ég alveg, ok, það er geðvægt, Nike er svolítið töff. Ég vissi ekkert meira um það. En börnin mín, þau eru ekki með net, þau eru ekki á netinu, þau eru ekki með eitthvað Google og spjaldtölu og svona allt opið heima, þannig að þó að við sem að verja þau eins og ég og konum minn gerum og hljómum eins og einhverjir skítuður hippar sem eru bara eitthvað ótrúlega tortryggin og móðusjúk eða vænusjúk, en við erum það samt ekki. Mér finnst við bara vera mjög hóstilt í þessu en samt náum við ekki að ráða við þetta, sko. Það er bara PlayStation 6 er á leiðinni, sagði hann um daginn. Og ég á ekki eins og PlayStation 5. Ég sagði, þú ert ekki eins og PlayStation 4. Hvað eru að tala um? Hvað rugli í gangi? Og bara, við verðum á PlayStation 6, pabbi. Það er rosa hallarslegt. Þannig að það er, þó að séu góðir good intentions, eða svona góðir, hvað sem er, góðir... Þá er samt líka, sko, þú veist, ég er ekki búin að eiga PlayStation síðan, sko, ég átti PlayStation 1, sko. Og
svo maður fengið lán einhvern tölur og svo þú veist, einn bestu vinur minn, þú veist, já, það er samt, þú veist, sagði um daginn bara, já, ég var bara að fara, keypti bara, ég sá hann og var 60 skall elka um daginn, búið bara keypti með PlayStation 5, bara geðveikt. Já. Það er samtalið ekki að skemmtilegt líka. Já, þetta, wow. Já, en það er þá meira, þú veist, ok, þú veist, keypti tölvuna, spila leikinn, þetta félagslega hliðin á því, en vörumerki kannski skiptir ekki öllum málið í samhengi þannig. Það er máli, af hverju vita börnin mín svona mikið vörumerki sem við höfum aldrei talað Þá veistu alveg að það búið slá öll vopn úr hendi þér og þú getur ekki varið börnin og ég hugsa, svo við tökum þetta svona, tengjum þetta við kallmennskuna, ég held að það sé bara líka það eru gaurar sem eru sko 15 árum yngri Kalli og Kalli var að segja að hann var frekar tengdur þegar hann var unglingur, getið ímyndað hvernig þetta er núna þér finnst þú aldrei vera nóg Já. Og það er alltaf eitthvað sem minnið á að þú gæti verið flottari en þú bara ert pingu missamnaður og það er svo ógeðslega grimm bara venjulegur bara venjulegur það er ekki þetta rými til þess að vera bara venjulegur það er það sem ég langaði að segja afsakið, bara að við þurfum að hefja upp sko að vera venjulegur verður bara rólegur og venjulegur slappaðu af og mér finnst líka og nú örugglega einhverju feminista vinur minni ósátt við mig, en mér finnst líka oft vera talað að taka úr alls konar áttum, eitthvað sem er gott. Mér finnst alveg fullt að þessu ríða upp á rassinum og þegið og gerðu eitthvað. Mér finnst það oft alveg hjálpa, sko. Maður er bara mismóttækilegur fyrir það á mismunandi tímum, en ég held að þú ert að fá áhrif frá mörgum góðum stöðum, þá ætti þetta ekki að saka, sko. Með sæmilega góða sjálfsmynd og ég held að það sé aðalmáli, fokkin sjálfsmyndin, sko. Ég bara nýkomið með svona skítsæmilega sjálfsmynd og ég er 47 ára, sko. Já, líka bara góðu lítir gera það ekkert, sko. Það er bara fakt, sko. Já. Ég fær þetta ekki bara allt strax, sko. Og hvað er á næstur? Já, ég bara svo það sé alveg... Það er ekki sjálfsagt. Já, svo það sé sagt, þá er ég ekki svona bara wholesale á móti öllu sem er svona skemmtilegt. Já, eða bara svona kallalegt og það er alveg slætti að kallasetti sem er drullu gott, sko. Sem er svona... Eins og? Eins og hvað? Ef ég og hann myndi bara slásta eftir. Já, við myndum fá bjór og slásta eftir. Það yrði bara... Ég held að bara útkoman bara helviti góð, sko. Þeir eru enda fyrstu sem nefnir það sem eitthvað svona gallatengt. Ég reiknaði með því að einhver myndi tala um það fyrir við mig, en það er þetta, þú veist, að slást, svona ganni slást. Já, þess að segja lappa hausum, takast á. Já, ég var að lappa hausum á föstudaginn, þú veist, það er bara, þú veist, það er partur af þessu, skilur. Lappa hausum, bara fyrir þau sem ekki skilja, Það er bara hopp í, tónleikagesti hrifur að þeim en ég held að það sé líka tengist sem að Kalli var að segja á hann líka bara ef þú ert bara að horfa þannig á YouTube þá myndi aldrei finna það í frumunum að þér en Kalli og fólki sem var hana þetta kvöld þau rákust öll í hvort annað og duttu og fengur smá glóður og töluðu hvort annað og lyftu hvort öðru upp og gáðu hvort öðru glas eða MDMA eða eitthvað auðvitað og allir bara kátir þá ert að fá eitthvað svona stimuli eitthvað örfun sem gagnast þér og tilheyra og tilheyra og en fyrir mig eins og ég er með svona mjóbaksvandamál ég eðlaði það því að pegi í mjög kallalegri vinnu þar sem maður var ekkert vælt maður var ekki að væla, maður bara vann og ég skemmta með mjóbaki og er ennþá að glíma með það og einhver því ég vann á Landspítalanum sagði ég væri svo mikið kalla rembingur í mér að ég dýrka að vera út í vondu veðri til dæmis og ég dýrka að labba við drasl aðstæður, það sem er bara snjór og slapp og svell og ég er á hjólinu og ég dett á því og þarf að halda því hlutaleðarinnar og svo detti ég um hurðina rennandi blautur og ískaldur og rispaðir og fólk heldur að ég sé kannski að sýna mig eða að reyna að vera með eitthvað svona ég er kallmaður en mér fannst bara eins og það bara lifnað við eitthvað gott inn í mér við að streða og vesenast og þú getur ekki vesenast þú situr bara í stól, lappar á sléttu yfirborði og færir þér annar stól, svo fer inn í bíl og fer fyrir tölvu, svo búin tölvun og fer á Netflix alltaf þessu shit er gott og þú getur lært þetta líka því en við erum svona skepnur og það er það sem ég er alltaf að segja við konum mína, ég segi ég er bara skepna ég þarf bara fokkin skepnast þannig smá annars verð ég bara þunglindur, baki á mig fyrir rugl ég þarf að gera bara eitthvað, slástu Kalla og bara detta á hausinu og vera kátur eða láta hann og
fólki á tónleikum hans bara lappun á smettin á mér og bara aldrei verið betri sko. Syngja tónleikum, Já. öskra í mæk og takast á. Já. Við ekki bara að enda þetta á þessum nótum. Þetta búið að vera mjög gott spjall. Karl Þorsteinn Stálborn, Birkir Fjallar Viðarsson. Það má hafa samband við, ekki bara? Jú, það er bara... Kynbræður okkar sem líður illa. Við báðir unnið við eitthvað svona sem við reynum að hjálpa og höfum hjálpa og við erum bara alltaf til. Við höfum séð þetta allt maður. Já. Það er bara mjög gott og hér með komið út í kosmosin. Og ykkur góður áhorfendur og hlustendur þakka ég kærlega samfélgina í kvöld. Það búið að vera bara gaman að vera með ykkur. Öllum góðum gestum og Laufi Líndal þakka í útsendinguna og minn ykkur á að á samstöðum.is hnappur þar sem hægt að gerast áskrifandi og með því styrkja stöðina og þetta skemmtilega efni og allt það sem framfer hér við Rauðaborðið. Takk fyrir í kvöld og góða nótt. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.